Hér, hjólu á stað. Ætlarðu að taka mynda með líka? Já, bara byrjum á því. Já, við erum hér stödd á æfingasvæðinu við Kópavogshöll og við fengið góðan viðmælanda hérna, Höskuld, sem að spyrja nokkrar spurningar. Það Höskuldur, hvernig leggst þetta í þið allt saman? Bara lífið eða leikurinn á morgun? Já, bara aðalega fótboltinn, nokkuð saman hitt. Þetta er allt farið að líta vel út. Við erum komin með 3 sigurleiki í röð og byrjuð að spila skemmtilega fótbolta, þannig að þetta er á uppleið. Já. Hvernig ætlarðu að taka eitthvað úr landsleiknum í vikunni og færa það yfir á leikinn á morgun? Já, bara vinnusemi og dugnað og setja hjartað í þetta. Já. Aðalega það. Þú varst hrifinn af landsliðinu? Já, mjög. Hvað geturðu sagt okkur eitthvað skemmtilegt um landsliðið? Já, það er það. Ég veit að hérna... Sem almenni maður, kannski, ég veit ekki. Almenni maður veit ekki. Nei, eiginlega ekki. Ég hef voða litla reynslu á landsliðinu, þannig að... Já, ég var að tala um valsliðið. Að valslið? Já. Já. Við kemum til þeim morgun. Ég veit að hérna Guðjón Pétur er búinn að hafa mikið að gera í iðnaðinum og hann er að sjá eitthvað krakkanámskeið á Álftanesinu, þannig að það verða þreyttar lappir vonandi hjá honum. Það er það sem ég veit. Síðan erum við með einn hérna insider, bróðir hérna Einars. Já. Hann Davíð Ingvars. Já. Þannig að hann er að lauma góðum skilabóðum til okkar. Davíð er búinn að segja honum. Einar er búinn að segja Davíð Einar er búinn að segja Davíð allt um valsliðið. Já, þannig við vitum allt bara. Við erum að draga það upp úr Davíð núna. Er það að tala um landsliðið eða valsliðið nú? Valsliðið. Já, valsliðið. Þetta er voða. Herre, við þurfum víst að fara yfir. Já. Ok, takk fyrir viðtalið.